Já, gullspretturinn búinn að fara fram í 14 ár. Hvernig var þessi hugmynd til? Já, það var nú þannig að á Laugarvatni þá var listahátíð árið 2005. Það var mákona mín var eina af þeim sem skipulagði það og hún hugsaði, getið þið ekki gert eitthvað? Ég og maðurinn minn og við hugsaðum, hvað getum við gert? Og okkur þá fengum við þessa hugmynd að hlaupa í kringum vatnið og auglýstum hana og ég gleymi því aldrei að þegar ég kom, sko, þetta var niður við gamla gufubaðið og þetta var kringum 16. júní þegar þessi listahátíð var og við mættum til að taka við skráningum og það mættu 50 manns. Við vorum alveg rosalega hissa og það gekk bara mjög vel og síðan var það bara ákveðið við að halda þessu áfram. Og þetta var fyrst þarna niður við gamla gufubað. Við vorum ekki með veitingar fyrst, bara verðlaunaafhending í gufunni og fyrirtæki á staðnum og þjónustu, svona í ferðaþjónustunni gáfu verðlaun til hlaupsins og svo bara þróaðist þetta frá 50 manns og svona síðustu ár, fljótlega fórum við að baka rúgbrauð í hvernum og vera með reyktan silung og veitingar, ylskull, léttöl og ýmislegt og já, síðustu ár höfum við verið með fjöldatakmörkun. En hvernig var það í upphafi? Höfðu þið einhverja reynslu að framkvæmt hlaupa? Nei, enga. Við höfum enga reynslu. Við bara skelltum okkur í þetta. Við höfum sjálf verið að hlaupa svolítið og hlaupið í Reykjavíkur maraþoni og Selfossi og úti líka. Við hlaupum maraþon sjálf í Frakklandi 2004 og þetta byrjaði árið 2005. Þannig að núna í vor verður þetta í 15. skipti sem að við höldum gullsprettin. Nú þykir hlaupaleiðin dálítið sérstök og það meðal annars hlaupið ofan í vatnið? Já, það er ekki hægt að fara hringinn í kringum vatnið nema að hlaupa ofan í vatnið líka. Við prófum þetta vísu áður við fengum þessa hugmynd, þá prófum við sjálfa hlaupana og fannst það og ég man það þegar ég prófaði að hlaupa til fyrst skipti þá var alveg dásamlegt veður. Mér fannst þetta bara eitt af skemmtilegasta sem ég hefði gert og ég vildi bara leyfa fleiri að njóta og vatnið er ekkert svo kalt. Það er svona í júní, það er frekar hlýtt vatnið. Árnar eru miskaldar þó, nokkra þeirra eru ískaldar. En það er ekkert, sko, þetta er ekkert mjög, jú, fyrsta vaðið bara strax það nær næstu upp í mitti og já, þetta er bara mjög skemmtilegt og svona reynir á ýmislegt annað en hlaup. Já, þetta þykir myndrænt og sem við kalla þetta dálítið drullumall, en hvað eru komið marga þáttöku núna? Já, við höfum sett þak við 300 manns og það hefur verið núna, minnir að við hefum verið með núna svona fjöldatakmörkun í svona 3 ár það bil og svo er það líka fyrirtækjan á staðnum eins og Fontana spa, þarna gufubæðið og þeir geta ekki tekið við fleirum í bað á eftir. Það er innifælið í hlaupgjaldinu og svo líka bara fyrir okkur og til að halda þessu bara frekar svona heimilislega og litlu og líka bara til að vernda umhverfið í náttúruna og þá viljum við ekki fá fleiri heldur en 300. Verði einhver nýjungar í sumar? Við erum voða lítið fyrir það. Þetta gengur bara svo vel svona. Já, þú ert að tala um svona auknar veitingar og... Já, við höfum svo sem verið, það hafa verið þessi rúgbrauð og Ölgerðin hefur styrkt okkur og kaffi og svona ýmislegt og mjólkursamsalan og fleiri sko og svo er þetta allt auðvitað unnið í sjálfboðaliðavinnu og við höldum svona veislu fyrir sjálfboðaliða líka. Þetta snýst voða mikið um veitingar að hlaupa í loknu og síðan er ágóðinn, við höfum alltaf gefið til, eða oftast gefið til björgunarsveitarnar á Laugarvatni eða styrkt eitthvað gott málefni. Í sumar þá byggðum við upp
löguðum við göngustíginn yfir vatnið og gáum jafnframt björgunarsveitinni því að hún alltaf til staðar með okkur á vatninu þegar hlaupið ef einhver skildi gefast upp eða ekki þá erum við með gúmmíbát á vatninu og starfsmenn í því að ná í viðkomandi. Það gerist ekki oft.